Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur og við göngum til fyrsta liðar sem tillaga forsætisnefndar óbreyttan fjölda borgarfulltrúa á næsta kjörtímabili. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Eins og borgarstjórn kunnugt tóku nýju sveitarstjórnarlög í gildi í janúar 2012. Ein af breytingum nýju laganna fjölgun borgarfulltrúa. Í dag eru borgarfulltrúa 15, en nýju lögin gera ráð fyrir fjölgun að minnsta kosti 23. Í fyrsta ákvæði til bráðabirgðalaga í sveitarstjórnarlögunum kemur fram að ekki skylt að breyta fulltrúafjölda í sveitarstjórn fyrr en við aðrar almennar kosningar til sveitarstjórna frá gildistöku laganna. Það að segja ekki hvort heldur hvenær. Forsætisnefnd samþykkti þá ákvörðun samhljóma á síðasta fundi sínum að fjölga ekki borgarfulltrúum á næsta kjörtímabili. Aðalástæðan fyrir því sú að þessi fjölgun mun krefjast mikils undirbúnings og þar sú vinna mun taka sinn tíma og við þurfum að vanda til verka. Það heilmikið eins og til dæmis bara sjá má í þessum sal aðeins sæti fyrir 15. Ég veit ekki hvort við þurfum að stækka þennan sal. Það að stóra Tjarnargötumálið. Það eitt og annað sem við þurfum að hlúa að og vinna að varðandi þessa fjölgun. Og eins og ég segi, við viljum bara gefa okkur góðan tíma í að fara í þessa vinnu. Það hefur líka verið til umræðu að fara yfir starfsskyldur borgarfulltrúa og það sem sagt mikill munur á vinnuálagi borgarfulltrúa, þeirra sem í meiri hluta og þeirra sem í minni hluta. En nákvæmlega hvernig maður myndi leysa það væri kannski erfitt að sjá fyrir akkúrat núna en það sem sagt vinna sem við myndum þá fara í. Það mun aftur á móti reynast nauðsynlegt að verja sem sagt góðum tíma í svona endurskoðun á næsta kjörtímabili, þannig að liggi fyrir stefna verksvið og vinnuálag borgarfulltrúa í nýju umhverfi þegar kjörnir fulltrúar hjá Reykjavíkurborg verða að minnsta kosti 23. En þetta verður þá helsta verkefni nýrrar forsætisnefndar á næsta kjörtímabili. Því legg ég það til að þessi tillaga verði samþykkt. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil nú bara aðeins leggja orð í belg. Þetta sameiginleg tillaga forsætisnefndar allrar að við fjölgum ekki borgarfulltrúum nú eftir þessar kosningar. Það samt þannig og mér finnst eðlilegt að það komi fram í umræðunum hérna í dag að það eru mjög skiptar skoðanir sennilega innan allra flokka í borgarstjórn það hvort við eigum að gera þetta eða ekki. En það mjög mikilvægt að ef það á að fjölga borgarfulltrúum eða taka ákvarðanir breytingar á svona máli að þá sé sú breyting tekin í algerri sátt. Og þess vegna betra að bíða og undirbúa þetta vel og gera þetta almennilega á næsta kjörtímabili heldur en að fara núna að þvinga í gegn einhverjar breytingar sem aðrir eru á móti. Það kallar á alls konar popúlískar umræður það hvað hlutirnir kosta og hvernig hægt að þjóna borgarbúum betur. Þannig að slíkar umræður eru betur geymdar bara fyrir forsætisnefnd næsta kjörtímabils. Þess vegna stend ég að þessari tillögu og mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með henni, en persónulega hefði mér þó fundist réttara að fjölga borgarfulltrúum vegna þess að við þurfum að vera fleiri til þess að þjóna þeim borgarbúum, þjóna sívaxandi fjölda borgarbúa. Borgarfulltrúar hafa verið 15 frá því mjög snemma á síðustu öld og við vitum það alveg að fjöldi íbúa hefur vaxið mjög mikið og það núna þannig að það eru einn borgarfulltrúi á 10.000 íbúa svona það bil sem mjög mikið og sérstaklega maður skoðar
borgir sem við berum okkur saman við í nágrannalöndunum. Þá líka ástæða til þess að skoða hvort að borgarfulltrúar eiga að vera í fullu starfi eða hlutastarfi, hvernig einmitt eins og borgarfulltrúi Elsa Jómann sagði, við eigum að skipta með okkur verkum, hvernig álagið misjafnt milli meiri og minni hluta og fleira í þessum dúr. Þetta verður mjög verðugt viðfangsefni forsætisnefndar á næsta kjörtímabili og ég vona að ég fái að taka þátt í því og hlakka til. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls nema Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hef verið að lýsa mig ósammála þeim borgarfulltrúa sem ég talaði undan, þar sem hann lýsti yfir eindregnum vilja til þess að hér þetta fjölga borgarfulltrúum. Ég ekki alveg sammála því, þó að borgarstjórn Reykjavíkur sé sennilega eina fáum opinberum stofnunum þar sem fulltrúum hefur ekki fjölgað gífurlega á 100 árum eða svo. Flestar aðrar stofnanir hafa þanist út. Þá get ég engan veginn verið sammála því að það verkefni að stjórna borginni og sinna hér stefnumótun og eftirlitsskyldum sé orðið okkur ofviða. Og hér var vísað í borgir í nágrannasveitarfélögum okkar, nágrannalöndum okkar því til staðfestingar og sagt og vísað til þess að einn borgarfulltrúi per 10.000 borgarbúa var of lítið. Mér reiknast enda svo til að þetta sé nokkurn veginn næstum því nákvæmlega að það séu 8.000 kjósendur að baki hverjum borgarfulltrúa. Og fyrir nokkrum árum þá reiknaði ég þetta út, þá satt ég ráðstefnu á Norðurlöndum lýðræði í sveitarfélögum og gerði það þá að gamni mínu því þá hafði ég tölurnar tiltækar. Þá reiknaði ég bara svona út í svipinn fjölda umbjóðenda eða kjósenda á bakvið hvern borgarfulltrúa í þeim löndum sem við miðum okkur hérna við sem eru höfuðborgir Norðurlandanna og komst að raun það að ef við miðum bara við þennan umbjóðendafjöldan eða fólksfjöldan að baki hvernig borgarfulltrúa þá væru við á pari við flestar höfuðborgir á Norðurlöndum. Það er alveg rétt að margar þær borgir hafa fleiri borgarfulltrúa, þær hafa kannski kringum 60 borgarfulltrúa og 4 sinnum fleiri borgarfulltrúa en þau hafa líka mörgum tilvikum 4-falt eða 5-falt fleiri íbúa. Ég ekki að halda því fram að það sé algildur mælikvarði en ég held að í 100.000 manna borg, 120.000 manna borg, þá sé það ekki 15 borgarfulltrúum ofviða að sinna stefnumótunar hlutverki og eftirlitsskyldum sínum og ýmsum verkefnum sem hafa vissulega hlaðist á okkur. Og ég get að halda því fram að þessi vinna versni endilega. Það má vel vera að það veri hægt að bæta eitthvað í vinnu okkar ef að borgarfulltrúum fjölgað. En það er ekkert svona naglfast í því sem segir mér að það muni gerast. Jú, það má vel halda því fram að eftir því sem borgarfulltrúum fjölgi, þá fjölgi framboðum. Það verður auðveldara að koma að manni í borgarstjórn. En ég ekkert endilega viss að stjórnun borgarinnar batni eftir því sem framboðum og kjörnum fulltrúum fjölgi. Það þvert á móti hægt að benda á ýmis dæmi þess að eftir því sem kjörnum fulltrúum fjölgar, framboðum fjölgar, þá komist ákveðin lausung í stjórnarfari. En þetta allt álitamál og ég held að væri kannski ágætis verk fyrir skrifstofu og borgarstjórnar að taka saman bara svona borgir sem við miðum okkur við, taka saman höfuðborgir Norðurlanda, borgir að svipaðri stærð á Norðurlöndum og í Bretlandi, Frakklandi kannski og ég vissum að það fyrirfinnast margar borgir sem eru svipaðra stærð á Reykjavík og hafa ekkert fleiri borgarfulltrúa til að sinna þessum mikilvægu hlutverki fyrir sig. Því að við vitum það líka að kostnaðurinn við að reka borgarstjórnina, hann mun auðvitað aukast eftir því sem borgarfulltrúum fjölgar. Það veit sá sem allt veit. Og ég held að séu mjög furðuleg skilaboð sem verið að senda úr stjórnkerfinu
til bara almenna starfsmanna borgarinnar sem hafa flestir nóg að gera og hafa á undanförnum árum kvartað yfir auknu vinnuálagi, þeir séu látnir hlaupa hraðir í vinnunni, það séu færri jafnvel meiri verkefni. Þegar þau skilaboð berast inn úr ráðhúsinu að nú eigi að fjölga borgarfulltrúum. Ég held að ýmsum muni finnast þessi skilaboð ekki alveg í samræmi við það sem þau skilaboð sem hafa komið hér úr borgarstjórn á undanförnum árum. Það sem við höfum farið í æ ríkari mæli farið fram á í mörgum tilvikum meira vinnuframlag okkar starfsmanna, vandaðri vinnu að sjálfsögðu, en án þess að þeim sem fjölgaði miklu mun. Ekki þá nema kannski hér í ráðhúsinu, á skrifstofu borgarstjóra og skrifstofu formanns borgarráðs. Þar skilst mér að hafi orðið veruleg fjölgun. En það ekki raunin þannig svona víðast hvar kerfið, til dæmis í skólum borgarinnar, þar sem menn hafa þurft að glíma við fækkun starfsmanna jafnvel, en á meðan nemendafjöldi helst svipaður. Þannig að ég held ég hafi sagt það á þessum tíma þegar við fengum þessi lög yfir okkur frá ríkisvaldinu, stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna ríkisstjórninni, að mér fundust þetta í rauninni vera ólög og fannst það mjög rangt af ríkisstjórninni að í rauninni pína borgina til þess að fjölga sínum kjörnum fulltrúum. Ég hefði talið bara betur á því að við borgarstjórn gætum bara ákveðið þetta sjálf. Það hefði verið meira meinalausu að það hefði verið sett inn einhvers konar heimildarákvæði í lög að við mættum fjölga borgarfulltrúum ef við treystum okkur ekki til að vinna þessa vinnu lengur svona fáliðið eða 15 talsins. Og það væri sem sagt okkar val í borgarstjórn og á okkar ábyrgð að ef við viljum fjölga borgarfulltrúum og auka kostnað þar með, þá væri það við sem tækjum þessa ákvörðun og við bærum að sjálfsögðu ábyrgð á henni. Hitt svona mál og ég get tekið undir það með borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur og Elsu Jómann að það þarft verk og sennilega löngu tímabært að skoða starfsskilyrði borgarfulltrúa, skoða vinnubrögð hér í borgarstjórn. Þetta auðvitað eins og öðrum vinnustöðum sem eiga að skila árangri. Þetta þarf auðvitað að vera í sífelldri endurskoðun og ég held að það væri ég held að það þurfa að ræða. Það allt og langt síðan það hefur verið gert, finnst mér, með viðhlítandi hætti. Við þurfum að ræða það bara hvernig borgarfulltrúar eru í stakk búnir til þess að vinna sína vinnu. Ég held að séu fleiri borgarfulltrúar en ég á þeirri skoðun að okkur finnst við njóta mjög lítillar þjónustu af hendi skrifstofu borgarstjórnar. Manni finnst oft þjónustan á þeirri fjölmennu skrifstofu vera þannig að það sé svona þjónusta í kringum borgarstjóra, kannski formann borgarráðs, kannski þjónusta í kringum borgarstjórnarfundi, sjá til þess að borgarstjórnarfundi séu haldnir og svo framvegis. En ég held að mörgum borgarfulltrúum líði að öðru leyti, mörgu leyti eins og einyrkjum í sínu starfi. Þeir verða sjálfir að standa í margvíslegri, þeir fá ekki mikla aðstoð og ég held að því leytinu væri hollt fyrir okkur að bera okkur saman við borgarstjórnir á öðrum Norðurlöndum og kannski víðar heim og bera okkur saman við Alþingi. Ég held að á Alþingi þá hafi þingmenn, hvort sem eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, þeir fái meiri þjónustu nú heldur en var fyrir nokkrum árum og mér finnst að þetta þurfa að ræða og mér finnst að hér mætti margt bætt í ráðhúsinu og skrifstofa borgarstjórnar mætti vera svona þjónustu miðaðri gagnvart borgarfulltrúum en ekki bara gagnvart meirihlutanum hverju sinni. Nú síðan þá ég ætlaði að biðja Elsu Jómann, forseta borgarstjórnar og borgarfulltrúa, að skýra betur þau ummæli sín að það sé mikill munur á vinnuálagi borgarfulltrúa eftir hvort þeir sitja í meirihluta eða minnihluta. Mér finnst þetta nú bara vera mjög athyglisverð yfirlýsing sem kom hér fram áðan og ég held að það væri mjög þarft að þetta sagt af forseta borgarstjórnar sem á að sjálfsögðu vera vel inn í þessum málum. Ég held að væri ágætt að fá rökstuðning fyrir þessari skoðun, því að þetta er alls ekki mín upplifun á starfinu hér í borgarstjórn og hef ég þó bæði setið í minnihluta og í meirihluta. Ég held að það fari bara eftir í rauninni hvaða verkum menn eru hlaðnir hverju sinni og fari líka eftir einstaklingunum, hvernig þeir leggja sitt starf og hvað þeir eru reiðubúnir að leggja á sig til þess að
að vera í sambandi við fólkið í borginni og hvernig þeir eru tilbúin til að leiða það starf áfram hér inn í nefndirnar og inn í sjálfa borgarstjórnina. Ég gerir ráð fyrir því að forsetinn hafi átt við að þegar hún talar það sé mikill munur á vinnuálagi borgarfulltrúa, að ég reikna með að forsetinn hafi átt við að þeir sem sitja í meirihluta hverju sinni, þeir séu undir meira vinnuálagi heldur en hinir sem sitjað ekki. Ég reikna með því og því til að svara að hér eru vissulega ólíkur saman að jafna. Borgarfulltrúar í meirihluta, þeir geta njóta þess sennilega í ríkari mæli að hafa embættismannakerfi til að vinna fyrir sig. Borgarfulltrúar í minnihluta hafa það ekki í jafnringum mæli, en það þýðir ekki það að þeir vinni eitthvað minni vinnu. Það getur einmitt þýtt það í einhverju tilvikum að þeir vinni meiri vinnu að þessu leyti, því að þeir séu þá duglegri við að lesa sjálfur skýrslur sem kannski embættismenn sjá á einhverju leyti fyrir meirihlutann. Ég held að það sé samt mjög erfitt að alhafa í þessum efnum. Ég er alveg viss um að það finnast mjög samviskusamir borgarfulltrúar. Það má vera að finnist borgarfulltrúar sem séu ekki samviskusamir, leiði ákveðna hluti hjá sér, líti bara á að þeirra vinnutími sé 9–5 og síðan sé þetta búið, og svo er kannski einhverju borgarfulltrúar þarna eru mitt á milli. Ég ætla ekki að fullyrði það og alveg fjarri mér að fara að draga menn eitthvað í dilka eftir þessu, en mér segir svo hugur að eins og bara á öðrum vinnustöðum þá sé það mjög ólíkt hvernig menn sinni vinnu. En ég er viss um að það fer ekkert, ég er viss um að vinnuálagið fer ekkert endilega eftir því hvort menn sitja í meirihluta eða minnihluta hverju sinni, heldur miklu frekar kannski eftir því hversu alvarlega þeir taka sitt starf og eftir því hvaða tökum þeir kjósa að taka það. En þannig að mér finnst þetta undarleg ummæli hjá forsetanum okkar og myndi gjarnan vilja heyra frá henni að hún rökstuddi þetta eitthvað nánar ef hún virkilega meinti þetta svona sem hún sagði. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, ég kem hérna aðeins upp til að bregðast við ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, þar sem hann segist við tala gegn borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur og míns þess efnis að hann sé ósammála því að það eigi að fjölga borgarfulltrúum. Ég held að ég hef tekið það einstaklega skýrt fram í ræðu minni að þessi tillaga felst ekki í því hvort við eigum að fjölga borgarfulltrúum, heldur hvenar, og það hafa meðal annars þeir sem sitja í borgarstjórn tekið þátt í mikilli vinnu sem hafa undirbúið þessi nýju sveitarstjórnarlög. Þannig að það er ósanngjarnt að segja það að það hefði enginn hér í þessum sal tekið þátt í því að þessar breytingar liggja fyrir. Og svo langar mig aðeins að svara varðandi muninn á vinnuálagi borgarfulltrúa, minni og meirihluta. Þetta er bara ef að þeir sem hafa lesið 3. kafla úttektarskýrslu borgarstjórnar, þá er hlutverk kjörinna fulltrúa, þá er þessi 3. kafli, það er bara talað um það. Þetta er ekkert einhver tilfinning sem ég hef, hvort það sé meira vinnuálag á einum eða öðrum. Það bara er ákveðin liður þar, það bara sem tekið fram og þetta kemur fram í viðtali þeirra sem hafa tekið viðtal við kjörina fulltrúa. Þetta er ekkert einhverjar dillur sem ég ákveð hér og nú. Þetta er bara eitthvað sem ég las þar og sem ég tók upp. Þetta var bara þetta. Takk. Þá er borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann lokið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti og borgarfulltrúar, ég þakka fyrir svar Elsu Jómann, borgarfulltrúa, og mér fannst hún að vísu ekki alveg hafa tekið rétt eftir. Ég var ekkert að ætla henni það að vera eitthvað sérstaklega hlynnt þessum lögum. Ég held ég hef ekki nefnt hennar nafni í samhengi. Þar var ég að vísa til Sóleyjar Tómasdóttur, borgarfulltrúa, sem lýsti því hér áðan að hún vildi fjölga borgarfulltrúum. Ég veit ekkert skoðun Elsu Jómann, borgarfulltrúa á því sjálfu sér, og ég held að ég hef ekki gert það sérstök umtalsefni, en það er hins vegar rétt að ég gerði það að umtalsefni þetta vinnuálag, að það væri meira,
það verði meira á sömu borgarfulltrúum öðrum eftir því hvort það verði meirihluta eða minnihluta. Og ef að þetta stendur í úttektarskýrslu borgarstjórnar þá er ég ósammála því, og mér finnst að þó að úttektarskýrsla borgarstjórnar hafi margt verið ágætis skýrsla, þar hafi mjög margt fróðlegt komið fram, þá held ég að við borgarfulltrúar sem væntanlega þekkjum nú betur til starfa borgarstjórnar, eða minnst kosti ekki síður heldur en þessi úttektarnefnd gerir, þá held ég að við höfum ekki að líta á þessa skýrslu sem einhverja biblíu okkar störf. Þó að skýrslan hafi vissulega að mjög mörgu leyti verið mjög gagnleg fyrir okkur. Og ég man nú ekki eftir að þetta standi þar, en ef það stendur þar þá er ég bara ekki sammála á því. Ég held að það sé ekkert hægt að fullyrða að það sé miklu meira vinnuálag til dæmis að þeim sem eru í meirihluta frekar en minnihluta, og til að ég ekki að draga fólk í dilk eftir því, og forsetinn á náttúrulega að vita betur en að fullyrða það. Ef þetta stendur í skýrslunni þá er einfaldlega rangt. En hins vegar eins og ég ítrekaði sem ég sagði áðan, ég held að umræðan hér í dag, ég held að hún geti bara orðið góður grundvöllur á því að fara yfir þessi mál, sérstaklega menn eru eitthvað ósammála það, þá held ég sé bara rétt að forsætisnefnd eða eitthvað starfshópur fari yfir það, velti því svolítið fyrir sér þá hverjar séu skyldur borgarfulltrúa, hvernig þeir rækja sín störf, hvaða tími fer í þetta, fari yfir kjaramálin og svo framvegis, og ég á ekki von á öðru en það geti komið eitthvað gott út úr þeirri vinnu og jafnvel einhverja breytingar á okkar störfum sem við getum orðið sammála En ég tel hins vegar algjörlega óþarfa að hér þurfa að eiga sér stað eitthvað stórtæk fjölgun á borgarfulltrúum til að við getum sinnt okkar starfi. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þarf nú eiginlega bara að biðjast afsökunar á að hafa verið að vekja máls á skiptum skoðunum þetta mál, af því að það var einmitt þessi umræða sem að hér hefur átt sér stað sem að mér finnst ástæða til þess að forðast núna. Mér finnst mikilvægt að við ræðum þetta í forsætisnefnd og að þessi mál séu tekin fyrir með yfirveguðum hætti, að hér í borgarstjórn sé ekki verið að metast hver vinnur meira eða minna eða hvort að eitthvað sé dýrara eða ódýrara eða hvort að eitthvað sé betra eða verra. Það eru mjög mörg sjónarmið uppi það hversu margir borgarfulltrúar eiga að vera. Það er hægt að nýta krafta borgarfulltrúa með mjög ólíkum hætti og við þurfum að komast að sameiginlegri lendingu með það. Stjórnkerfi borgarinnar þolir það ekki að við séum að hræra í því fram og tilbaka eftir því hver það er sem er í meirihluta hverju sinni. Það er bara því miður þannig. En ég vil að lokum bara benda á það, því að hér er verið að kýtast það hvort að meiri eða minnihluti vinnur meira, það fer að líka dálítið eftir því hversu stórir flokkarnir eru og hversu margir borgarfulltrúar eru fyrir hvert og eitt framboð. Þannig að það er alveg ótrúlega margt sem að þarf að taka tillit til þegar við skoðum það hvernig hægt er að nýta kraft okkar sem best og ég legg til að við frestum umræðum það fram á næsta kjörtímabil. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að forsætisnefnd hafi sameiginlega lagt fram tillögu til borgarstjórnar þess efnis að nýta sér bráðabirgðaákvæði í sveitarstjórnarlögum og fresta þar með fjölgun borgarfulltrúa til ársins 2018. Eins og forseti Elsa Hrafnhildur Jómann benti á í sinni ræðu, þá þarf að undirbúa þessa fjölgun vel og einnig að mati úttektarnefndar borgarstjórnar að skýra hlutverk borgarfulltrúa. Og þess vegna var forsætisnefnd sammála að vera sameiginlega með þessa tillögu að fresta þessari fjölgun og nýta þar með bráðabirgðaákvæðið. Ég sat í þessari nefnd sem vann að frumvarpi að sveitarstjórnarlögum og það var samdóma álit þeirrar nefndar að eftir að hafa skoðað sveitarstjórnarlög á Norðurlöndunum og í Bretlandi og líka samanburð við önnur sveitarfélög hér á landi að það ætti að fjölga hér í Reykjavík
Þetta var ekki ágreiningur á Alþingi, þannig að það virðist hafa verið svona þverpólitísk svolítið samstaða þetta þegar sveitarstjórnarlögin voru sett árið 2011 og það ætti að þetta ákvæði væri inni. Það greiddi engin atkvæði á móti þessu á Alþingi þó svo að einhverjir alþingismenn hafi setið hjá. Þannig að þetta var, eins og ég segi, sæmileg sátt þetta í nefndinni og með nefndinni starfaði Trausti Valsson, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og þetta var töluvert mikið skoðað og þessi grein var mikið rædd í nefndinni áður en þetta var niðurstaðan. Þetta kannski ein af svo greinum sem var hvað mest rædd og hún var einnig rædd á þingi og frumvarpið var afgreitt mótatkvæðalaust og þetta því tiltölulega mikil sátt. Ég sammála því sem framkom hér í tali borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur að þetta umræða sem við munum taka á næsta kjörtímabili og óþarfi að ræða hana hér og að við séum að fella dóma hvert annað. Þetta bara góð sátt og hjá okkur og löggjafarvaldinu. Okkur ber að fara eftir lögum og við skulum bara njóta þess þegar það kemur. Við erum að gera það með þessari tillögu og nýta okkur bráðabirgðaákvæði. Takk fyrir. Þá hefur Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og óskar fulltrúinn eftir að taka til máls. Og þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég undrast svolítið hvernig þessu umræðir varðandi þessa tillögu að fresta því að ræða það og taka ákvörðun það að hér hvort eigi að fjölga hér borgarfulltrúum. Mér finnst þetta bera svolítið keima því að það að nálgast kosningavor og þetta sé kannski ekki nógu sexy kosningamál fyrir meirihlutann og það að ýta vandanum út í næsta kjörtímabil að afloknum kosningum. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, þetta snýst ekki hvað sexy fyrir meirihlutann í borgarstjórn. Ég hef aldrei veigrað mig við að tala það sem sexy eða kynferðislega æsandi. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við að svara andsvari og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er með andsvar við ræðu borgarfulltrúans Bjarkar Vilhelmsdóttur. Ég var ekki með andsvar við andsvarinu enda fullkomlega sammála þessu andsvari. Á þess að fara nákvæmlega út í þá hluti. En öllu gamni slepptu þá vil ég samt taka undir á skoðun sem Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi orðaði hér. Ég held að þessi mál eigi ekki að vera slík feimnismál að við veirum okkur við að ræða þau og segjum að þau séu betur geymd þangað til á næsta kjörtímabili. Ég held að það sé líka ekki alveg rétt hjá borgarfulltrúunum að það hefur verið fullt sátt þetta mál. Það má vera að það hefur verið sátt það á Alþingi, ég fylgdist ekki alveg með því, en þrátt fyrir að sé sátt einhver mál frá Alþingi, jafnvel þó okkar flokkar þar, hinum við vonastættið eigi hlut, þá hefur við ekki að gleypa við öllu athugasemdalaust sem þaðan kemur síður en svo. Og minnst kosti við sjálfstæðismenn, við gagnrýndum það á þessum tíma þegar þessi lög voru sett og ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri græna sem beitt sér fyrir þeim, að við minnst kosti sjálfstæðismenn í borgarstjórn sem við mótmæltum á þessum tíma og töldum óþarfa og bentum á það að fjölga borgarfulltrúum eða réttar sagt og sérstaklega það þetta sem okkur var stókefelt að löggjafarvaldið væri að skikka okkur beinlínis til þess. Talum ekki þegar á sama tíma það er mikill sparnaður og hagræðing í stjórnsýslunni, bæði hjá ríki og borg. Þá var löggjafinn beinlínis að skikka okkur borgarstjórn Reykjavíkur til þess að fjölga borgarfulltrúum. Sennilega vegna þess að þeir töldu að við myndum ekki ráðveita 15, þráttur að við höfum sama fjölda umbjóðenda á bakvið okkur og margar borgir í nágrannalöndunum sem við berum okkur saman við. Þannig að það var nú þetta sem við vorum að tala og ég held að í staðis að eitthvað fresta umræðunni fram yfir kosningar eitthvað slíkt,
þá held ég við eigum bara að fagna umræðum þetta eins og annað og taka bara þátt í fullri einurð og velta við þeim steinum sem þarf að velta við til þess að fá fram andstæð sjónarmið og sannleikann í þessu máli. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir mæti hér upp og svarar andsvari. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að setja þetta aftur í málefnalega umræðu sem hér er til umræðu. Það er fjölgun borgarfulltrúa. Það komist fram í umsögn Reykjavíkurborgar við sveitarstjórnarlögin þegar þetta var til umræðu á Alþingi að það væru ekki allir borgarfulltrúar eða það væru skiptar skoðanir meðal borgarfulltrúa þessa grein laganna og þannig að því hefur verið skilað til Alþingis þegar þetta frumvarp var síðan gert að lögum. En þú veist, þetta mál, og ég held að það hafi alltaf eiginlega legið ljóst fyrir að það yrði beitt þessu bráðabirgðaákvæði. Það er ekki ástæðulausu að þetta bráðabirgðaákvæði er sett í lögin. Það yrði mjög mikil breyting fyrir borgarstjórn Reykjavíkur þegar fulltrúum fjölgar. Það er verkefni sem er ekki bara, tekið á 2 árum frá lagasetningu og þess vegna er þetta bráðabirgðaákvæði sett inn og það hefur aldrei staðið annað til, held ég, en að beita þessu bráðabirgðaákvæði þannig að þetta tengist ekki því hvað er gott að fara með inn í kosningabaráttu eða ekki. Þá hefur Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og er umræðum því lokið. Við göngum því til atkvæða tillögu forsætisnefndar óbreyttan fjölda borgarfulltrúa á næsta kjörtímabili. Ég vil biðja borgarfulltrúa alla að vera í salnum. Við tökum þá á dagskrá. Þá tökum við á dagskrá tillögu forsætisnefndar óbreyttan fjölda borgarfulltrúa á næsta kjörtímabili. Þeir sem greiða tillögunni atkvæði sitt gefi merki. Það telst því samþykkt samhljóma 15 atkvæðum. Þá tökum við